Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Í þætti vikunar kynnum við Suðurnesjamann ársins sem Víkurfréttir útnefndu, en þetta í 31. sinn sem við veljum mann ársins á Suðurnesjum. Ívar Gunnarsson heldur áfram að skoða náttúruperlur Reykjanesins. Við endum þáttinn á lagi frá tónleikum Valdimars áramótin. Músíkin ekki að verri endanum eins og flestir þekkja. En við byrjum á Suðurnesjamanni ársins. Sólborg Guðbrandsdóttir, tónlistarkona, áhrifavaldur og laganemi maður ársins 2020 á Suðurnesjum, en þetta í 31. sinn sem Víkurfréttir standa fyrir vali á Suðurnesjamanni ársins. Sólborg lét mikið að sér kveða á nýliðnu ári en hún gaf út sína fyrstu bók Fávitar sem hlaut frábærar viðtökur og varð 11. söluhæsta bók ársins. Sólborg var valin nýliði ársins af bókaútgefendum. Bætt kynfræðsla í grunn- og framhaldsskólum á Íslandi málefni sem hefur brunnið á henni og nýlega var hún skipuð af menntamálaráðherra til að stýra starfshópum bætta kynfræðslu í grunn- og framhaldsskólum. Sólborg hefur einnig verið ötul baráttu kona gegn stafrænu kynferðislegu ofbeldi og haldið út síðunni Fávitar á Instagram sem meðal annars hefur varpað ljósi á stafræna kynferðisofbeldið á internetinu. Hún hefur haldið fjölda fyrirlestra það málefni meðal ungmenna og spurningar þeirra til hennar málið varð kveikjan að bókinni. Já, Sólborg Guðbrandsdóttir Suðurnesjamaður ársins og hún komin til okkar. Vertu velkomin til hamingju. Takk fyrir. Nýliði ársins voru orð sem ég heyrði núna í vikunni. Þetta svolítið skemmtilegt. Í erfiðum heimi. Þetta sko algjörar kanónur sem eru á þessum lista, þannig að... Rithöfundalistanum. Já, þannig að það eiginlega bara frekar mikill heiður sko að fá að vera þarna með bók sem heitir Fávitar með öllu þessum snillingum sko. Kannstu ímyndað að þú værir með 11. mest seldu bókin á Íslandi? Sko ég var að fá svolítið góða viðtökur í ferlinu, en ef ég lít tilbaka þegar ég var að klára bókina, að þá held ég mig ekki gruna að þetta myndi kannski fá svona góðar viðtökur, þrátt fyrir að vita alveg að eftirspurnin eftir svona fræðslu mikil, en nei, ég bjóst eiginlega ekki við, sko. Þetta búið að koma svolítið skemmtilega óvart, þetta búið að ná einmitt að komast inn á okkar lista og enda svona óvarlega, sko. Það voru líka svo margir sem voru að gefa bara frábæra bækur núna jólin, sko. Já, algjör bókajól. Já, með sala í bókum og... En þú kemur inn með allt annað dæmi, þú ekki með glæpasögu, þú ert með eitthvað sem ekki mjög algengt í bókum. Nei, ég var ekki beint með sko, já svona samkeppni í akkurat þessu, allavega núna jólin sko. Þetta, ég ekki viss að það hefur verið gefin út svipuð bók á Íslandi sko, sem hefur tekið bara svona stutt saman bara spurningar frá unglingum og svör við þeim sko, þannig að þetta var eitthvað nýtt sko. Já, segja okkur í svona stuttum máli, við erum náttúrulega búin að ræða þetta áður, en bara í stuttum máli hvað snýst bókin ef einhver veit það ekki? Já, Fávitar samansafn af spurningum sem ég fengi frá ungu fólki á samfélagsmiðlum og fyrirlesturum hjá mér síðastliðin ár kynlíf og ofbeldi og fjölbreytileika, líkamann og ýmislegt fleira og ég tók þetta saman og setti svör við þeim bara í eina bók. Hvenær fæddist þessi hugmynd hjá þér? Fyrir svona 1,5 ári kannski var ég farin að velta þessu aðeins fyrir mér. Svo hafði ég samband við Eþórió, listamann hérna úr Keflavík og athuga hvort hann hefði áhuga að myndskreyta og svo fór ég eiginlega bara svona, já, kannski hálfu ári seinna fór ég að reyna að gera þetta af alvöru og fór að taka saman pælingar og hvernig ég ætti svona að setja þetta upp og þannig að, já. Var þetta mikil vinna hjá þér að gera þetta tilbúið fyrir bók? Textan? Nei, svo sem ekki. Ég veit að margir höfundar oft ár og jafnvel mörg ára að setja upp bækur, en af því þetta var sett upp í svolítið svona auðskiljanlegt form, spurningar og svör, þá kannski var ég fljótari að þessu heldur en þetta hefði verið samfelldur texti alveg í gegn. Ég held að ferlið við að skrifa hafi verið nokkrir mánuðir svona í heildina, en ég var nú ekki að skrifa upp á hvern einasta dag. Ég var að sinna ýmsu öðru á meðan það var í gangi. Já. En þetta mjög svona sérstök uppbyggingabók. Og þetta svona litir og teikningar og annað, þetta mjög auðlæsilegt. Já, ég vildi líka hafa þetta þannig, af því að markashópurinn minn kannski fyrst og fremst úlingar, börn og úlingar. Ég hef verið að miða við þetta sé fyrir 12 ára eldri og við vitum nú að það bara á tímum samfélagsmiðla og alls sem að
svona snjallsímar hafi upp á að bjóða og allt þetta, þá eru krakkar kannski ekki eitthvað rosalega mikið að lesa. Þannig að mér langaði svolítið að hafa þetta þannig að þetta væri bara hnitmiðað, væri bara svona, já, litið vel út allavega með alla litina og myndirnar og ýmislegt svoleiðis, en heldur ekki þannig að það væri fráhrindandi fyrir fullorðið fólk. Ég held að fullorðið fólk hafi líka gaman á því að lesa svona auðskiljanlegt efni, sko. Þú ert að reyna að ná til markhóps sem mjög mikið bara í símanum. Ekkert kannski mikið að lesa bækur. Var það eitthvað pæling hjá þér að reyna að... Já, ég meina, sko, markmiðið með bókinni var ekkert endilega að fá fólk til að lesa sérstaklega, en mér langaði, sko, því ég var búin að svara mörgum af þessum spurningum síðustu ár inn á Fáið Instagraminu, en það sem þar kannski, já, það meira falið að dettur út eftir 24 tíma í story á Instagram, þannig að taka þetta saman bara í bókaform var svo dýrmætt. Ég held að þetta sé svo dýrmætt heimild það hvað unglingar eru að velta fyrir sér, sko. Og þetta allt byggt upp á í rauninni spurningum frá unglingum sem að þú hefur hitt á fyrirlesturum sem þú hefur verið að halda þessi mál. Já, og á samfélagsmiðlum. Já, og ég, á fyrirlesturum hef alltaf boðið upp á nafnlausar spurningar í lokin og þar eru krakkarnir ekkert feimnir við að spyrja mig að þau fá að spyrja gegnum símana. Og þar eru þau svolítið svona bara nafnleynd og ég veit ekkert hver að spyrja og þá kannski þora þau frekar að spyrja mig því sem þau raunverulega vilja fá svar við, sko. Og ég held að bókin sýnir mér svolítið bara að krakkarnir ekkert feimnir við að spyrja það sem þeim dettur í hug, sko. Þetta eru alls konar áhugaverðar og skemmtilegar spurningar. Þannig að það kom bæði eftir fyrirlestrana og líka í gegnum Instagram síðuna þína. Já, þau hafa verið mjög duglega að spyrja mig þar síðustu ár. Og þannig það er rosa mikið af spurningum sem þau eru með, sko. Það er aldrei, já. En þú veist, þú ert þarna með alveg, þú ert að skrifa orður sem við erum ekkert mikið að tala píkur og tippi og allt þetta dæmi, þú veist, svona í kynfræðslinu, sem að svona pínu tabú í svona almennt hjá fólki. 100% og ég þurfti mér svolítið að æfa mig sjálf í að tala þessa hluti uppátt. Af því að einmitt leið maður mættur upp á svið fyrir framan 100-500.000 manns, ég hef verið með fyrirlestra fyrir 1000 manns, sko, að þurfa einhvern veginn að svara spurningum hluti sem að mér finnst mér að tabú og einhvern veginn svona innbyggð líka í mér að mér finnst einhvern veginn óþægilegt kannski að tala þetta, maður þarf að æfa sig í þessu. Ég þurfti svolítið að æfa mig í því að svara þessu, verið fram að fullt af fólki og bara venja mig á þessi orð og þennan talsmáta því að þetta einhvern veginn svolítið svona feimnismál hjá okkur mörgum. Og ég þetta má svo sem alveg áfram fá að vera feimnismál en það skiptir svo miklu máli að við náum einhvern veginn að allavega afmá þessa skömm sem oft í kringum þetta. En með því að tala þetta ekkert endilega þannig að allir þurfi að tala þetta við fólk en bara svona við höfum allavega rými til þess ef við viljum það. Og þú gerir þér alveg vonum að bókin seljist áfram. Þetta ekki jólabók. Nei. Þannig lagað það. Nei, ég meina þetta viðeigandi á sko öllum tíma ársins held ég og hún alveg, það nóg til af henni ennþá. Þannig að ég vona að fólk haldi áfram að kaupa og ég búin að vera að reyna að hafa samband núna við grunnskóla og framhaldsskóla og það ennþá mikill áhugi að fá bókina líka inn í skólana, hvort sem eru bókasöfnin eða þá, ég veit til nokkurra grunnskóla sem eru að nota hana í kennslu. Og það rosa skemmtilegt. En þú ert búin að vera að fjalla eins og stafrænt kynferðislegt ofbeldi. Og þetta eitthvað sérstakur hópur? Þetta aðalega ungar konur sem að verða fyrir þessu ofbeldi? Já, ég held að rannsóknir sýnir það almennt, sko, að þetta sé aðalega konur frekar en karlar. Það þýðir ekki að karlar verða ekki fyrir ofbeldi, en það virðist vera síður að þetta sé þannig, að þetta sé frekar kynbundið ofbeldi. En ég veit að líka karlar eiga oft erfiðara með að stíga fram og segja frá ofbeldi, bara út af alls konar karlmennsku pressu og bara, meiri kannski skömmi í kringum það að karlar verða frá ofbeldi sem við þurfum líka að ná einhvern veginn að taka utan um og breyta. En hvað það sem einkennir þetta? Þetta stafræna ofbeldi? Þetta eru alls konar skilaboð. Oft þetta, óumbeðnar kynfæramyndir, boð vændiskaup, alls konar hótanir kynferðisofbeldi eða dreifingu nektarmynda, ýmislegt svoleiðis og svo bara alls konar óviðeigandi talsmáti, kynferðislega talsmáti á internetinu, sko. Þetta er alls konar. Heldur að þú komið til með að hafa einhver áhrif á þetta, bara segjum hér á landi, þú veist, með þessari bók? Ég vona það og ég held að fá þetta Instagramið seinustu ár hafi kannski svolítið náð að varpa ljósa á það hversu algengt það að fólk sé að tala svona saman á netinu
Af því að þessi skilaboð, þetta ofbeldi hefur svolítið fengið að þrífast í þögninu eins og bara á oftast við ofbeldi og leið við vitum ekki sko af því, við vitum ekki að það sé að gerast, hvernig við að ná einhvern veginn að gera eitthvað í því og breyta því. Þannig að ég held að fyrst og fremst það skiptir rosalega miklu máli komið sér upp á yfirborðið og ég held og ég vona að ég hafi náð að gera það allavega með Instagram síðuna en ég vona að þessi bók verði áfram til og verði til gagns af því að ég meina það eru aðrir rúlingar á næsta ári og næstu áratugina sem að verða eflaust með svipaðar spurningar þannig að það er mikilvægt að höldum áfram að svara þeim. Ég heyrði umræðum daginn út af bókinni og nú er ég orðinn svo gamall og svona sé ekki fyrir mér að ég hef verið ungur maður að senda mynd af tippinu til einhverjar, skilur. En þetta er víst hlutur sem að er bara þó nokkuð algengur í dag. Finnst strákum þetta að vera flott, veist? Haldir að þetta sé töff? Sko, og að virki, eru skotnir einhverju stelpu? Ég á svo erfitt með að trúa því að strákar eftir alla þessa umræðu það hvað óumbeðnar tippamyndir séu óvelkomnar að þetta sé ennþá bara byggt á einhverju misskilningi, þeir séu eitthvað úps, ég vissi ekki betur. Ég held að þetta sé frekar merki einhvers konar, þetta sé einhvers konar stjórntæki og bara svona, ég veit ekki, og bara eitthvað markaleysi hjá þessum ungum mönnum sem eru ofta sendið, eða fullorðnum mönnum, af því það eru líka alveg fullorðnum menn sem eru í dag á þegar tæknin er komin að gera þetta sko, ég meina ég held að við séum búin að gefa það frekar skýrt út sko að þetta sé ekki í lagi sko en ég veit ekki hvað þurfum að gera til að koma í veg fyrir þetta. En hvernig er staðan á þessu í dag og þessi Instagram-reikningu þú ert búin að gefa þú nýlega að þú ert bara að fara að hvíla þig á þessu, það var hægt að þessu? Já, ég nenni ekki meiri, í bili. Þú ert búin að gera þitt? Já, sko þetta var verkefni sem var til, ekki að því mig dreymdi að vera fyrirlesari eða einhver baráttukona gegn kynferðisofbeldi, heldur bara að því að ég var að verða fyrir þessu á netinu og mér langar hann að gera eitthvað í því og ég sá bara hvað þörfum var mikilvægt í því sem ég vann meira í þessu og ég held bara í bili sem ég er búin að segja það sem ég þurfa að segja með fyrirlestrunum mínum og með bókinni og ég veit að það er fullt af öðrum sem að taka þá bara við keflinu og halda áfram að ræða þessa hluti en ég er komin nóg í bili. Byrjaði þetta þannig að þú varst fyrir þessu sjálf og kveikti það í þér? Já, á samfélagsmiðlum. Ég var að fá alls konar óviðeigandi skilaboð og ég var orðin þreytt á þessu. Þetta var fyrir tíma MeToo þar sem að svona þessi kynferðislega áreitni sem að mörgum var sagt bara dusta af sér. Það væri nú ekki alvarlegasta sem fólk var að lendi í, hættu þessu væli sko. En hérna, ég held bara, ég hef bara meira trú á fólki. Ég held að við getum bara gert miklu betur heldur en það að einhvern veginn sætt okkur við svona og vera að koma svona almennt fram. Ég held að við eigum bara að vita betur, ef við vitum ekki betur þá eigum við að vera tilbúin að læra til að við vitum betur. Í framhaldi af þessu góða árangriðinu þá ertu nú bara skipaður formaður starfshóps af menntamálaráðherra til þess að fara að vinna í kynfræðslumálum fyrir grunn- og framhaldsskóla. Er það ekki rétt? Jú, sko, þetta var til vegna þess að ég fór í smá svona átaka samfélagsmiðlum. Inn á Fáið Instagraminu var ég komið svolítið stóran fylgjendahóp og þeir voru og eru núna yfir 30.000 manns og ég vaknaði bara einn morguninn eftir hádegi, maður nú ekki að vakna meint snemma á morgnana þessa dagana og ég var bara pínu komin nóg af aðgerðaleysi varðandi þessi mál og þá er ég ekki að segja að sé engin stjórnmálamaður sem er að reyna að leggja sitt að mörkum í þessu en mér finnst ungt fólk sérstaklega vera búin að kalla eftir aukinni kynfræðslu sko í áratugi þannig að mig langaði bara að einhvern veginn ná frekar svolítið athygli stjórnmálamanna og fá það aðeins til að hlusta á það sem að almenningur var að biðja og þannig ég hvatti fólk til að senda tölvupóst á menntamálaráðherra á ósk eftir aukinni kynfræðslu og útskýra hvers vegna og ég held að ég hefi svolítið bara svona kaffært e-mailin hennar í tölvupóstum sko. Þú hvattir fólk til að senda henni? Já, þannig að það var alls konar fólk úr öllum stéttum samfélagsins að senda henni póst og ósk eftir meiri kynfræðslu þannig að þetta fór bara alls ekki fram hjá henni sko. Og í kjölfari óskar henni til fundi sem ég og Sigga Dögg, kynfræðingur, vorum á og það endaði þannig að 2 mánuðum seinna vorum við báðar skipaðar í þennan starfshóp og markmið hans er í raun og veru bara svona að sýna fram á það sko hvernig, við þurfum svolítið að ákveða hvernig við viljum að kynfræðslu í skólakerfinu okkar sé háttað. Innan þessa hóps eru einstaklingar úr öllum áttum samfélagsins. Það eru einstaklingar þarna úr menntakerfinu og það eru kynfræðingar og einstaklingar sem að vinna hjá samtökum sem aðstoða brotaþola kynferðisofbeldis. Þannig að fólk er að koma úr öllum bara ólíkum áttum inn innan hóp og við erum að reyna að fara að ákveða hvernig kynfræðslunni eigi að vera háttað, hvenær hún á að byrja, hvað á að vera kennt, hverjir eiga að kenna og ýmislegt svoleiðis. Eru þið búin að hittast? Við erum ekki búin að hittast ennþá. Það fer að koma að því, ég fer að skipa fyrsta fundinn. Það er kannski einhver hópar að hittast í dag, ekkert mikið?
á tímum COVID? Nei, ég held sko fyrsti fundurinn okkar verði eflaust bara rafrænt sko. Maður svolítið að nýta bara tæknina í þetta allt. En já, þetta fer bara að fara á fullt og starfinu á að ljúka í maí og það er að skila frá okkur skýrslu. Þannig að við þurfum að fara bara núna á fullt. Var þetta ekki skemmtilegt að fá þetta verkefni samt? Svona, hvað segir maður, súkkulaði ofan á ísinn? Jó, þetta var skemmtilegt. Þetta er svolítið krefjandi sko. Ég hef aldrei starfað innan ráðuneytis og ég er náttúrulega ekki menntuð sérstaklega á þessu, ég er ekki með háskólagráðu en ég er kannski með annars konar menntun eftir bara starfsreynslunum minna síðastliðin ár í þessu og þetta verður held ég krefjandi fyrir mig en ég fer bara inn í þessa vinnu bara tilbúin í það að biðja aðstoð líka því að ég veit ekki allt og þannig að ég ætla að fara bara. En það var allavega gott skref hjá menntamálaráðherra að taka þessi ákvörðun. Já, þetta virkaði í rauninni það sem hún gerðir. Já. Þú hafi kannski ekki beint að biðja starfshóp en þú veist þetta og þú varst í rauninni. Ég vildi eitthvað sko. Já, þú vildi fá eitthvað. Já, sko það er innan þingsins núna var nýlega samþykkt aðgerðaráætlun gegn kynbundnu ofbeldi og kynferðislegri áreitni til næstu ára en ástæðan fyrir að ég vildi kannski fá þetta í gegn hjá mér núna að við færum í ítalegri vinnu það hvernig kennslun ætti að vera háttað að til dæmis í þeirri aðgerðaráætlun þá á námsefni fyrir grunnskóla nemendur að vera tilbúið 2023 og í grunnskóla í dag eru krakkar sem græða ekkert á því að námsefni veri tilbúið eftir 2 ár. Þannig að við þurfum að finna einhverja leiðir til að fræða núna. Það skiptir máli að þau fari ekki bara úr grunnskólanum sínum og hafi jafnvel aldrei fengið kennslu þessa hluti eða afskaplega litla. Af því þú segir þetta ég hef kannski gleymdi einnig spurninga varðandi bókina, ertu búin að fá hitta unga fólkið eitthvað út að, hefur fengið viðbrögð svona það sem eða kannski það mest á samfélagsmiðlum að krakkarnir og ungmennin að hrósaði fyrir bókina og þakkaði fyrir hana eitthvað svoleiðis? Mest á samfélagsmiðlum, en það sem ég finnst eiginlega skemmtilegast sko, ég hef búin að fá svolítið skilaboðum frá foreldrum sem hafa svolítið kannski, ekki beintur að fylgjast með mér en kannski vita að krakkarnir þeirra séu að fylgjast með mér og ég hef til dæmis fengið að heyra bara að nokkrir 12 ára krakkar hafi verið á Zoom-fundi saman að lesa, einu var að lesa upp fyrir hópinn og þá var bara, hún segir hlutin alveg eins og þeir eru, sko. Og það er kannski eitthvað sem er svolítið nýtt að einhverju leyti innan, þú veist, kynfræðslunnar að það sé ykkur ekki að sykurhúða þetta og bara, tölum bara hlutin eins og þeir eru. Það er svolítið það sem einkennir held í þessa bók og ég held að krakkarnir kunna meta það. Og það náttúrulega byggjur á því að þetta eru bara viðbrögð spurningar frá þeim? Já, ég meina þau eru bara með heiðarlegar spurningar og þá hljótum við að geta svarað heiðarlega á móti. Akkurat. En svona að öðru hjá Sólborgu, hvað hún að sýsla þessa dagana? Já, sko, ég er að vinna í plötu, ég er tónlistarkona, ég er að vinna í plötu sem ég vonandi að gefa út fyrir sumarið, það er svona markmiðið mitt, það er svona minn stærsti draumur að gefa út plötu, sko. Svo er ég lögfræðinámi. Er svona búin að reyna það samhliða öllu þessu en vonandi get ég gefið mér aðeins meiri tíma í það núna og svo, bara ég er að reyna að gera svo mikið að maður getur svona á tímum heimsfaraldurs reyna að huga líka andlegri líðan og svona. Sérðu þið frekar sem, það er kannski meiri draumar að vera tónlistarkona, það er aðeins meira í þínu blóði og þú ert svolítið alin upp syngjandi og og hefur nú einu sinni tekið þátt í undankeppni Eurovision? Já, gerði það 2018 minni mig. Það hefur alltaf verið eiginlega draumur að vera tónlistarkona sko og ég stefni alveg á það og ég vil geta gefið mér tíma í það og ég ætla bara, eins og segir, alin svolítið upp í tónlist, pabbi er tónlistarmaður og við systkinin erum svolítið, ég mitt alin upp í tónlist og mér þykir mjög vænt tónlistina. Tónlistin veitir mér miklu meiri gleði og eitthvað gott inn í lífið heldur en nokkuð tíma það að vera að fræða kynferðisofbeldi, það er ekki kannski það skemmtilegasta sko. Sástu þá ekkert fyrir þér að bara fara í nám í tónlist? Ég útiloka ekkert að ég muni gera það sko, en ég veit ekki hvort ég gera það eitthvað alveg strax og þá veit ég hvort það verði eitthvað háskólanám en kannski frekar bara ég fari í einhvers konar engakennslu eða hópakennslu eða eitthvað svoleiðis sko. En maður getur alltaf lært eitthvað meira í því eins og öðru. Það út að segja að veiru ári er ekki búið að vera mjög hagfellt fyrir tónlistar eða listafólk? Nei, guð. Ég er bara sama, kannski svolítið bara með alla sem er einhvern veginn inn í sko, þessu performance að ég meina fyrirlestarnir mínir, þeir fjölla allir niður á tímum heimsfaraldurs sem er aðeins svona í boði með þetta rafræna undir lokin þegar fólk að fara að átta sig betur á því en ég þrái þessi sko, þetta persónulega að fá að hitta fólk sko. En ég meina auðvitað þurfum við að redda okkur þegar við getum ekki gert annað en ég hlakka mjög mikið til að fá að hitta fólk aftur í Jesús minn. Það er ljúft. Og ég eftir að sjá því bara í dómsal hérna eða svona með skjalaþöskum sem lögfræðingur? Ég held ekki.
Ég erfitt með að trúa því akkurat núna, en ég meina, þú veist, fyrir 10 árum hefði ég átt erfitt með að trúa að við sætum hérna að spjalla um einhverja bók, sko. Þannig ég vil ekki útiloka neitt. Ég held að ég muni klára lögfræðinámið, sama hvenær það verður, sko. En ég veit ekki hvort mér langinn til að vinna sem lögfræðingur, en ég held að lögfræðinám gagnist manni samt bara á margan hátt, bara að skilja betur samfélagið sitt og hérna réttarvörslukerfið okkar. Þannig að saman hvort ég komi til með að starfa sérstaklega sem lögfræðingur eða lögmaður, að þá held ég að þetta muni gagnast mér í hverju sem ég tek mig fyrir hendur. Góð lokaorð og bara takk fyrir spjallið og til hamingju. Suðurnesjamaður ársins. Sömuleiðis, já, takk fyrir kærlega, þeir eru alveg klikkaðir. Snorrastaðatjarnir og Háibjalli eru náttúruperlur á Suðurnesjum sem Ívar Gunnarsson, vídeobloggari og áhugamaður útivist, segir okkur nú frá. Ég eins og það heitir á góðri íslensku, mikill sökkar fyrir svona notalegum litlum útivistarstöðum rétt í svona túnfætinum á þéttbýli. Alltaf verið vorhrifinn því, svo frábært að hafa þennan möguleika að stökkva aðeins út og aðeins að njóta náttúrunnar svona bara eins og til dæmis núna bara í hádeginu. Við erum Íslendingar þetta heppin að eiga mikið af þessu. Ég ætla að sýna ykkur einn svona stað núna. Þetta æðislega staðsettur staður fyrir okkur hérna á Suðurnesjum. Miðjavegu milli afleggjaranna til Grindavíkur annars vegar og Voga hins vegar, undir klettabeltinu sem bara falið fyrir neðan Reykjanesbrautina. Þetta heitir Háibjalli, það klettabeltið á baku mig og hérna skilst mér skógræktarfélagið í Vogum með aðstöðu og það var ræktað þennan greniskóg sem hérna. Mér skilst að hér séu hæstu allavega grenitré á Suðurnesjum, ef ekki bara tré yfir höfuð. En svo sömuleiðis þetta fyrir neðan eru tjarnir, hrauntjarnir sem heita Snorrastaðatjarnir og það eru mjög sérstakar fyrir, sérstakt lífríki þar. Þetta víst viðkomustaður farfugla, varplendi og fleira og ýmist lífríki í tjörnunum sjálfum sem ég skilst að finnist bara í þessum tjörnum hérna suðvestast á landinu. Það þurfa að fara eitthvað lengra til þess að finna þetta annars staðar. Það var að labba þetta niður til, skoða aðeins tjarnirnar sjálfar og eins og segi þá ég bara aðeins að hoppa út í hádeginu, smá svona göngutúr, aðeins að fríska sig. Við gleymum því stundum finnst mér, Íslendingar, við þykjumst vera svolítið harðger en við gleymum því stundum að það þarf ekki alltaf að vera sumar og sól eða við þurfum ekki alltaf að hafa heilan dag til þess að fara aðeins út og sinna smá út yfir og aðeins svona að njóta náttúrunnar þó ekki sinni með mýflugumynd. Við getum gert eitthvað svona sömuleiðis. Svo hérna sko öll aðstaða til alls. Hér er sko útigrill. Frábært að koma hérna í góðu veðri. Þetta er ofboðslega gott skjól hérna fyrir veðri og vindum og aðstaða hérna inn á milli trjánna til að setjast niður og nota alltaf að koma þetta fjölskyldunni og það er nánast aldrei neitt. Rétt hinum megin við Grindavíkur afleggjarann, þar er Sólbrekkuskógur, sömuleiðis mjög indælt útivistarsvæði. Það er mun meira sótt, þannig að þar er ágangur. Hérna megin við, mjög svipað svæði, svona aðeins minna. Hérna er svona friðsælla, enn sem komið er allavega. Annars hef ég heyrt talað um það að þetta sé svona svolítið eins og svona Las Vegas útgáfan af svona módelútgáfan af Þingvöllum vegna þess að tjarnirnar niður frá, þó það sé miklu minni en Þingvallavatn, að þá erum við erum í þessu misfelli, við erum í svona segdal, í sprungu segdal. Það eru hamrarnir hérna megin sem eru þá eins og almannagjáin hérna á Þingvöllum, trjágróðurinn, sérstakt lífríki og fallið þarna niður frá. Þannig að þetta er svona theme park útgáfan okkar af Þingvöllum hérna alveg suðvestast. Svo er gaman að því, það er klettur hérna út frá, sjáum hérna vonandi á myndinni, sem að heitir Arnar, það er flott að ég hef verið búin að fletta þessu aftur upp. Arnarklettur, hann er svolítið skemmtilegur vegna þess að hann er gömlu landamerkin, þar sem að skilur á milli því sem er í dag Grindavíkur, Voga á Vartleysuströnd og Reykjanesbær. Þannig að þarna eru skilin á milli sveitarfélaganna. En já, þetta var bara svona rétt smá hádegislappitúr, píngúa gott að kíkja aðeins út og draga ykkur aðeins með mér í gegnum myndavélina. Mæli með að fólk kíki hérna niður á Háabjalla og Snorrastaðatjörnum og bara andi að sér náttúrunni svona í vetrarloftinu. Sjáumst.
Leið og við þökkum fyrir áhorfið viljum við minna á aðra fjölbreytta fjölmiðla Víkurfrétta. Við gefum út blað vikulega sem dreift frítt á Suðurnesjum og auðvitað á netinu. Nýjar fréttir og umfjöllun á Víkurfrétta vefnum vaff.is daglega og við erum að skrifa golffréttir alla daga á kylfingur.is. Það segir við frá golffréttum héðan og þaðan af okkar fólki en líka Tiger Woods og félögum. Við endum þáttinn á Keflvíkingnum Valdimar Guðmundsinni og hljómsveit hans sem sungu Veiru árið burt á rafrænum tónleikum í Hljómahöll 30. desember og Víkurfréttir ásamt fleirum sýndu tónleikana sem þóttu magnaðir að venju. Þeir félagar í Valdimar hafa farið á kostum síðustu árin á þessum tíma en nú voru áhorfendur heima í stofu og nutu þeirra þaðan. Vonast þó eflaust eftir að komast á gólfið í Stapa næstu áramót og njóta tónleikana þaðan. Njótið og veriði sæl. Sitt ég hér með sjálfum mér langt frá þér. Sem dvelja mig í huga mér. Týndur dólfinn, ekkert á. Yfir kyrfinn, ekkert að sjá. Svart, það meiðir mig, stingur sá. Þögnin óbærilega há. Ég heyri